Pétur Gunnlaugsson, gjör svo vel, þú ert næstur. Formaður og ágætu félagar. Ég sit í BN-nefndinni og ég vil nú þakka formanni okkar fyrir mjög gott starf. Hún hefur haldið þessu saman og við erum svona sammála flest atriðin, auðvitað ágreiningur svona minniháttamál. En ég verði auðvitað að benda á það að það grundvallar ágreiningur í mikilvægasta málefni stjórnlagaráðsins, finnst mér. Og það svo spurning hvort að við eigum að halda í gamla þingræðið sem reyndist okkur nú ekki vel og leyfa þinginu að kjósa forsætisráðherra eða hvort að þjóðin eiga á að kjósa forsætisráðherra. Þetta snýst aðhald og þetta snýst ábyrgð. Nú, menn tala gjarnan það. Við vorum að búa til reglur eftirlitsnefndir og annað og þá erum við fyrst og fremst að tala lagalega ábyrgð. Hún skiptir harla litlu máli í íslensku stjórnmálum. Það vísu fyrirverandi forsætisráðherra, núna lögsóttur fyrir landsdómi. Þetta lítilvægt mál í stóra samhenginu. Þegar við tölum ábyrgð stjórnmálamanna, þá erum að tala pólitíska ábyrgð. Og hvað pólitísk ábyrgð? Pólitísk ábyrgð ábyrgð sem felst í því að kjósendur segja nei við þann stjórnmálamann sem stendur sig illa. Það hinn pólitíska ábyrgð. Þegar verið að tala það að láta þingið kjósa forsætisráðherra, þá meirihlutinn í þessum eftirlitsnefndum sem á að fylgjast með framkvæmdarvaldinu sem kýs þennan forsætisráðherra. Það meirihlutinn í öllum nefndunum og allt eftirlitskerfið í raun og veru sama sinnis og þessi forsætisráðherra sem á að hafa eftirlit með og fylgjast með. Það kalla ég ekki aðhald. Ég kalla það enga ábyrgð. Það að vísu nokkur hafa verið sett fram þau mótrök hér. Fyrsta lagi ég hissa á þessu áhugaleysi sem ríkir hjá ráðsmönnum þetta mikilvæga mál. Og það kom fram hjá mjög mörgum. Ég fullyri það á þjóðfundinu þá að menn rætt þetta. Ég hissa á þessu áhugaleysi og mótrökin fyrst og fremst þau að verið sé að búa til tvö kerfi. Það það sem við höfum þegar gert með okkar tillögum í BN-nefndinni. Eina sem vantar það hvort við kjósum þingi kýs forsætisráðherra eða þjóðin. Allt þetta eftirlitskerfi dugar hvaða kerfi sem við notum í þessu sambandi. Það bara liggur í augum uppi. Önnur mótrök hafa verið þau að það tækir svo langa tíma að koma fram þessari kerfisbreytingu. Það tekur enga tíma. Þetta bara spurningu hver á að kjósa. Þriðju rökin þau að það verði kosin einhver sterkur maður. Það allir hræddir, þetta einhver svona Benito Mussolini komplex í gangi sem ég botna nú ekkert í. Þá menn hræddir við einhvern sterkan mann. Hvaða menn höfum við valið? Við erum með oddvitaræði, menn jafnvel forsætisráður í 13 ár, ráða öllu sem þeir vilja, enginn veit nokkuð skapaðan hlut, það enginn hann aldrei kosinn. Og við búum við þetta kerfi. Svo menn hræddir. En ef það sterkur maður, eða veikur sem kosinn til 4 ára, þá fer hann eftir 4 ár. Það ekki flóknara það. Það kalla ég nú ekki mikinn fórnarkostnað miðað við það sem þjóðin hefur mátt þola. Og hvernig ætlum við að bregðast við rannsóknarskýrslu Alþingis? Rannsóknarskýrsla Alþingis einn allsherjar áfellisdómur framkvæmdavaldið á Íslandi. Og allar stjórnlagaráð að segja, þrátt fyrir það að rannsóknarskýrslan sé einn allsherjar áfellisdómur framkvæmdavaldið á Íslandi og þetta ömurlega eftirlitskerfi. Lítum á eftirlitskerfið á Íslandi. Það alveg sama, alveg landlæknir, ég meina alveg sama hvar við komum niður. Það ekkert eftirlitskerfi. Þetta alveg handónýtt. Og haldið þið virkilega að þingræði muni gera eitthvað í því? Nei, ég hef enga trú á því. Og ég vil segja líka, við ykkur hér, félaga mína, og ég vil að þið verið hreinskilin að þessu leyti, ef að þið hafið haldgóð rök fyrir því, að halda í þessa gamlu reglu, komið þá með rök fyrir því. Komið með haldbær rök, ekki þetta Benito Mussolini komplex að hér sé einhver sterkur maður hættulegur sem ætlar að taka hér allt yfir. Það hafa þeir gert þegar í krafti þingræðisins. Ég vil fá haldgóð rök fyrir því. Þá skal ég skipta skoðun. Ég hef ekki heyrt þau rök.
Ég skal skipta skoðun ef ég geta og mér finnst eðlilegt að við tökum þessa umræðu og ræðum hana. Síðan eru önnur rök líka gegn þessu, einhvers konar íhaldssemi. Já, við 930, var það ekki eitthvað ártal sem menn voru uppteknir af, ég veit það ekki. Sko, málið það að ég hef ekkert á móti klassískri íhaldsstefnu, svona classical conservatism. Þetta ekki þannig íhaldssemi, þetta stofnana íhaldssemi. Þetta einhvers konar íhaldssemi sem skiptir engu máli og hefur enga heimspekilega eða hugmyndafræðilega undirstöðu. Enga. Við erum svo bundin í þessu stofnana veldi á Íslandi þar sem engum má breyta nema einhverja orðalagsbreytingar frá stjórnlaganefnd. Þetta grundvallaratriði. Þetta mál það mikilvægasta ásamt beinu lýðræði sem nefndin með. Þessi tvö mál skipta höfuðmáli. Og hvað snúast þau Snúast aðhald, virðing fyrir þjóðinni. Hvernig væri það að við sýndum þjóðinni virðingu og treystum henni? Hvernig væri það? Við erum búin að treysta þinginu, ekki treysti þjóðin þinginu. Hvað það? 7%? Fylgi? 8%? Akkur eigum við ekki að treysta bara fólkinu? Haldi nokkur hér inni sem heldur að við fáum verri forsætisráðherra heldur en ef að þjóðin kýs forsætisráðherrann, heldur en þá forsætisráðherra sem við fengið. Ég held að trúi því ekki nokkur einasti maður. Það lítur að eitthvað af. Ég segi það bara það mikilvægt að menn taki þessa umræðu og ég segi aftur og ítrekka það. Ég vil fá haldbær, góð, ekki náttúrulega fullkomin. Og ég svolítið óhress með þessa umræðu þegar að sagt við mig, þegar ég að benda á þetta, að þá verði allt fullkomið. Ég ekkert að segja það. Stjórnmál ganga út frá því að við verðum að taka á valdinu, setja það í þann farveg sem það líklegast að skila árangri og verði ekki misnotað. Og þess vegna kalla ég ábyrgð, aðhald, þjóðin ráði þessu. Þakka þér fyrir formaður.